og ég ekki að fara að láta eitthvað stoppa mig að tala hluti sem ég bara fullkomlega að tala ég að segja það, ég er búin að tala þetta í 8 ár ég er búin að tala útsvar og fjármagnstekjur í 8 ár og ég ætla ekki að hætta fyrir þetta orðið að veruleika þó ég verði 100 og eitthvað ára gömul þetta bara markmiðið mitt í lífinu þetta bara sanngirnismál, nei alvörinni mér finnst þetta vera bara sanngirnismál þá þarf ekki að tala fyrir því ef enginn talar gegn óréttlætinu þá gerist ekki neitt þannig ég ætla ekki að vera bara eitthvað þetta Alþingi Íslendinga, best að hætta að tala þetta. Ég bara held áfram að tala þetta, auðvitað. Það er bara fullkomlega eðlilegt og maður sér að fleiri eru komin á hana vakt, þannig að maður þarf bara að tala áfram í 8 ári viðbót, 10 ári viðbót, ég held bara áfram. Vinstrið sammálaður í þessu? Ég meina þetta var besta TikTok-klippan. Þeim finnst bara eðlilegt að tala fyrir þessu, en þú veist auðvitað... Líf Magnúsdóttir með þér hana? Já, auðvitað, já. Sanna, það segir þú gott. Ég að pæla að láta þetta myndband með Guðmundi Inga Þóroddssyni vera introið okkar. Þú múin að horfa á þetta? Eða þú múin að horfa á þetta, hvað er ég að segja? Þú sýndi mér þetta núna fyrir örskömmu. Þess að gervigreinda myndband frá Flokki fólksins. Hvað finnst þér? Ég einmitt, sá þetta í gær og þetta var athyglisvert og svona, maður að hugsa sko kosningabaráttuna í rauninni heild og hvað hún hefur verið sérstök. Þetta mjög mikið svona krafa einhverja skemmtun og að við séum fyndin frambjóðendur og við séum einhvern veginn hress og til í alls konar en ég held að við ættum bara að fókusa á sko málefninu og hvað við stöndum fyrir ég meina sjálfsagt að vera líka skemmtilegur og hress og hlæja og brosa en sko þetta orðið rosa skrítið hvað einhvern veginn kosningabaráttan snýst sko alls konar óviðandi spurningar og svona hversu sterkan mat við getum borðað þegar við erum að bjóða okkur fram til að sko setja fram stefnu fyrir Reykjavíkurborg í heild til næstu ára. Já, þetta svolítið svona trúðastemming sko. Þegar ég hugsa til það sko var eins og svona eftirspurn eftir ákveðna svona alvörugefnum en þó fyndnum að einhverju leyti stjórnmálamanni sem var svona hnittinn og skemmtilegur en gat verið, skilur í þyngdinni og yfirgripsmikill og því líkt. En það eins og þú segir sko að fyrir kosningar, ég held að sé ennþá þannig að við viljum hann eftir kosningar, en það eins og við séum að velja trúða fyrir kosningar. Mér sjálfsagt að hafa sko, maður á að hafa húmor fyrir hlutunum og þannig hef ég bara persónulega komist í gegnum lífið með því að vera dálítið ekkert að taka sig of alvarlega og hafa húmor en svo eitthvað lína þegar maður orðin bara eitthvað jæja, þú veist hvað snýst þetta, hvað erum við komin út í, snýst þetta bara að fá einhver like og kliks eða erum við að koma einhverjum skilaboðum að framfæri? Já, ég held að þetta sé afleiðing þess og nú veit ég út af því að við erum mjög ósammála ýmsa vegu en við verum allavega sammála það að við höfum ekki að hlusta á unga fólkið því að það hefur náttúrulega, þetta afleiðing þess. Nei, ég er ung. Nei, þú ert ekki ung. Hvað erum við ekki jafngömmul? Ég er 9 árin 34. Já, ok, þú ert 1 ári yngri en ég. Ég ætla bara, hate to break it to you, Sanna. Við erum ekki ung lengur. Allavega, þetta er afleiðing þess að við erum að hlusta á táninga. Að svona þessi TikTok-væðing, Instagram-væðing, hey, þú hefur ekki séð þetta á miðflokknum líka. What's up? Þetta er svona Steve Buscemi. Eru táningar í miðflokknum? Já, það eru táningar í miðflokknum, já. 18 og 19 ára. Okay. En þú veist, við náttúrulega eigum ekkert að vera að hlusta á unga fólkið. Við eigum að hlusta á unga fólkið, en þetta ekki tæknirisarnir sem að þröngva þessu að okkur? Vilja við séum í doomscrolling endalaust og fáum eitthvað fáraleg myndbönd og þá einhvern veginn pikkar sko annað fólk það upp, en þetta ekkert eitthvað unga fólkið. Ég hef fulla trú á unga fólkinu, sko. Já, ég hef enga trú á, ég hef reyndar líka fulla trú á unga fólkinu, sko. En ég aftur á móti gerir mig grein fyrir því að við höfum ekki að hlusta á það varðar stefnumörkun. Af hverju ekki? Út af því að ég segi þetta nú í hverjum einasta þætti nánast. Þegar þú varst 18 ára, myndirðu hugsa stundum tilbaka og bara vá, þetta var svo skynsöm og flott manneskja. Við hefum þetta að hlusta á mig þegar ég var 18 ára. Reyndar. Ertu því? Nei, Sanna, þú ert að bulla. Það hugsar enginn tilbaka og segir, vá, við hefum þetta að hlusta meira á 18 ára mig. Ég held að við hefum að hlusta meira á unga fólkið og ég held að borgarstjórn hefði gott af því að hlusta meira á unga fólkið og stundum hugsa ég að því við erum oft með fundi með sko ungmennaráðsfulltrúum eins og ári. Þá koma þau, eru hluta borgarstjórn og komið tilur og maður að hlusta bara eitthvað herði, þetta bara make a sense. Ef ekki oftar bara leyfa þeim að stjórna sig. Nei, alvegni. Sko, þurfum að tala meira við börn og hlusta meira á börn og ungmenni. Ég ætla ekki að vera leiðilegur við þig. En ef þú ert að hlusta á 18 ára krakka
og hugsa með þér, þetta fólk betur til þess fallið til að taka ákvarðan heldur en ég, að þá vil ég bara fá einhvern annan til þess að vera í kosningabaráttu, því að 18 ára krakkar og 20 krakkar vita náttúrulega sára lítið lífið. Það eru allir þar þegar þeir eru 18-20 ára. Við höfum að gera ráð fyrir því að þessi krakkar séu álíka vitlausir og þú varst þegar þú varst 18 ára. Og það ekkert vont við það. Þetta er auðvitað fjölbreytt og auðvitað þarf að hlusta og það munur á því að hlusta eða bara taka öllu og segja já, þetta verður stefna Reykjavíkurborgar til næstu 10 ára þar sem allir 18 ára unglingar segja eða ungmenni. En auðvitað eru bara ungmenni búin að gangi gegnum alls konar lífsreynslu. Þú veist, við erum með börn til dæmis sem að þekkja fátækt og alast upp í fátækt og þau eru akkurat inn í því að reyna að komast í gegnum framhaldsskólanám og geta veitt okkur dýrmæta reynslu inn í hvernig er að vera ung manneskja, að reyna að mennta sig þegar þú ert með fátækt og áföll á bakinu. Þannig að fullt af ungu fólki sem við mættum hlusta miklu meira á. Já, við verðum að vera sammála með ósammála. Ég gerir ráð fyrir því að það mun gerast nokkru sinnum hérna í dag. En ef við tökum bara stefnumál, hvað er svona númer 1? Svo við tökum þetta bara svona einhverju röð, þannig að nefna kannski 3 atriði, en hvað er svona númer 1 sem þarf að laga? Númer 1 er húsnæði og við sjáum í dag að fullt af fólki er að ströggla. Það er ekki að ná að komast í öruggt húsaskjól, hvort sem að það er að leigja eða vill kaupa og við heyrum bara allar þessar frásagnir. Við vitum, ég held við þekkjum öll einhvern í kringum okkur sem að er að ströggla. Þú veist, það er ungt fólk sem er kannski búin að safna heil lengi fyrir íbúð. Þannig er loksis að kaupa sér en er þá að leigja íbúðuna út til þess að geta einhvern veginn staðið undir afborgunum að þetta er svo mikil klikkun að reyna að komast inn á hana markað og alls konar svona frásagnir þar sem fólk næri ekki að njóta þess sem að það var að kaupa, einhvern veginn komin inn og svo bara eitthvað, þetta er allt dýrt, ég þarf að leigja út í hérna herbergi í Airbnb og það er alltaf einhverjir ferðamenn inn í hjá fólki að leigja eitthvað herbergi í húsnæðinu sem að unga fólki er að reyna að njóta og svo vitum við þetta bara að það er fólk sem er á leigumarkaði sem er að greiða allt og hafa leigu, næstu bara allar mánaðarlega tekjur fari að greiða húsnæðiskostnað og þetta er þetta bara að því við erum ekki með húsnæði sem að hendar fólki, það næri ekki að finna heimili sem að þeim líði vel í, sem er að viðráðanlegu verði og ég sem vinstrimannskja segja náttúrulega að þetta er markaðurinn að sína að hann er ekki að fara að byggja fyrir alla ólíka hópa samfélagsins og þegar eitthvað gengur ekki, þá þurfum við bara að horfast í augu við það og fara nýja leiðir og byggja meira á svona samfélagslegum forsendum, félagslegum forsendum. Þannig við séum ekki að byggja megin þorra húsnæðis þannig upp að það sé einhverjarna sem að vilja græða rosalega mikið á því. Heldur við séum bara með húsnæði, svona einhvern veginn sem þess að grunnþörf og við séum ekki með það inn í einhverju svona hagnaðardrifnu batteríi. Og hver á að byggja þetta? Borgin á að byggja, óhagnaðardrifin félög að byggja. Það er bara mjög eðlilegt að við séum einhvern veginn hið opinbera, séu svona húsnæðis uppbyggingu eins og þekkist víða bara í borgum í kringum okkur. Þetta er ekkert nýtt sem ég er að segja, sko. Þetta er eitthvað sem að fullt af borgum hafa gert. Það hefur tekist vel. Þannig að mér er bara mjög eðlilegt að við lítum til þeirra og bara lærum aðeins af þeim í staðan fyrir að vera alltaf föst í sömu hugsun að markaðurinn verður bara að sjá þetta og við ætlum ekki að breytum stefnu að því bara. Þannig að mér er bara mjög eðlilegt að borgin koma uppbyggingu, við styðjum við óhagnaðardrifin félög og bara þessi félög sem er að byggja mitt fyrir ólíka hópa. Þetta er náttúrulega markaðurinn að sjá þetta þegar allt kemur til alls og þegar óháð því hver rekur þetta þá er markaður, hvort það sé einkamarkaður eða opinber markaður, það er bara þú ert að vera að kaupa vöru og hver borgarna er bara spurningin sem við þurfum að svara, hvort það sé hlutdeild sem að fer í arð eða hlutdeild sem að fer ekki í arð og hvað arðurinn nýttur til að gera. En þá erum við ekki að tala um það að þau vilja gera þetta eins og Bjarg þar sem að Spilda er fengin til þess að byggja verka, fara í uppbygginguna og taka svo náttúrulega út örgulega arð úr því félagi. Þannig að þið viljið frekar að þetta sé þá bara borgin er að ráða til sín iðnaðarmenn. Það voru mjög margar pælingar þarna, byrjum við, Bjarg, Spilda, borgin, iðnaðarmenn. Því að Bjarg er að í rauninni ræður til sín Spildu. Spilda er fasteignaþróunarfélag sem að sér uppbygginguna. Hluti fer til Bjargs og hluti fer í uppbygginguna. Það eru náttúrulega einhverjir samningar sem liggja þar að baki en Spilda er náttúrulega ekki, ef ég skil það rétt, óhagnaðardrifið. Þrátt fyrir það að Bjarg máli sig upp sem óhagnaðardrifið, þá er náttúrulega allir sem að koma að verkefninu ekki óhagnaðardrifnir. Alveg eins og iðnaðarmennir sem að myndu koma til eins opinbera og segja ég er tilbúin að byggja, þeir eru ekki óhagnaðardrifnir. Þeir myndu vilja sjá hagnað úr því að koma að uppbyggingunni og mæti vinnuna. Þannig að ég er að velta fyrir mér hver er það sem er að fara að byggja. Þú veist, borgin segist alltaf að byggja
hún ekki bara að fara að sjá til þess að byggi, heldur þá líka ráðnirinn iðnaðarmenn eða það fara ráðin verktaka. Það eru auðvitað alls konar útfærslur á þessu en ég myndi segja að það sé bara eðlilegt að ráða til sín einhverja aðila til þess að byggja út frá í rauninni þeim hugmyndum sem að borgin þá hefur en að sé verið að leitast við að fjarlæga í rauninni þessa aðila sem eru að fara hagnast gríðarlega og þá er ég ekki að tala með iðnaðarmenn, þeir eru bara að fá vel greitt fyrir að sjá þessa uppbyggingu, bara auðvitað, bara all power to the verkafólk sko. En þetta snýst að markmið borgarinnar með húsnæðisuppbyggingu er ekki að hún geti leigt út íbúðarnar á einhverju rosa háu verði til að kassa inn á því. Markmið með uppbyggingu borgarinnar er að hún sé að útvega heimili fyrir fólk á viðráðanlegu verði sem að það ræður við að greiða af til þess að við getum hægt að nota 1,5 miljard ár hvert úr borgarsjóði í sérstakann húsnæðisstuðning sem fyrir að niðurgreiða háa leigu. Þessi þáttur í boði Þorgrímsson & Co. fyrirtæki sem að flestir í byggingabransanum þekkja vel og það er ekki af ástæðu lausu. Ef þú ert í einhvers konar verkefni, hvort sem að það er smá heimaverkefni eða stærri framkvæmdir, þá er þetta einfaldlega staðurinn. Þeir eru með allt frá veggefnum og loftefnum yfir í gólf, klæðningar og alls konar sérhæfðar lausnir sem að gera lífið þitt einfaldara. Ég hef sjálfur verslað við fyrirtækja gegnum tíðina einmitt til þess að finna lausn við hljóðeinangrun sem er líka ástæðan fyrir því að hljóðvistin hjá mér er eins góð og raun ber vitni. En það sem að kannski skiptir mestu máli er að þegar þú rennur við í Ármúla 29 þá færð þú alvöru ráðgjöf, ekki bara einhverja vöru, heldur hjálp við að velja það sem er rétt fyrir þig hverju sinni. Eins og segi, staðsettir í Ármúla 29 í Reykjavík en senda allt land. Mjög þægilegt, kíktu á thco.is eða thorco.is og skoðaðu úrvalið. Ok, en þá veldi ég fyrir mér hvernig myndi vilja taka til í kerfinu. Ég talaði við iðnaðarmann sem að vinna fyrir Reykjavíkurborg og hefur komið að uppbyggingu Fossvogsskóla og allra þessara skóla. Og hann segir við mig bara, Reykjavíkurborg er að þrefalda kostnaðinn á hverju einasta verkefni einfaldlega út af því að þeir eru ekki með neina yfirsýn skilning á því verkefni sem að fyrir hendi er. Og svo erum við með Brákaborg þar sem þetta fer, ég man ekki hvað þetta kom upp í á 4 milljarða að gera upp einn lítinn leikskóla. Hefurðu mikla trú á núverandi fyrirkomulagi til þess að takast á við þessi áform? Því að hið opinbera virðist bara hafa skitið upp á bak í öllu sem við kemur að þessum skólum sem hafa verið gerðir upp út af myglu en líka út af þessum leikskóla sem það sem að þrátt fyrir það hafa verið vöruð við að þá var ekkert gert í því út af því að það þurfti að koma grænu skóflunni yfir til Reykjavíkurborgar fyrir eitthvað verkefni sem var Brákaborg. Þannig að eins og segi, telur það að núverandi kerfi sé í stakk búið til þess að takast á við aukin áform miðað við hvað reksturinn hefur verið hræðilegur hingað til? Ég held að þetta núverandi kerfi varðandi Brákaborg eða sem var ekki eftirlitinu útvistað. Að það var verið að gera held í athugasemdir við það að eftirlitið hafi verið í höndum einhvers annars aðila og það væri eðlilegra að væri betri yfirsýn en hjá borginni. Nú er ég með upplýsingar sem ég á ekki að vera með en aftur á móti, ég ætla ekki að fullera hver það var en það Reykjavíkurborg var vöruð við á þessum stigum. Þegar að eftir því sem ég best veit á aðalega sem að koma að þessu verkefni að þá var að 7 sinnum sem Reykjavíkurborg var vöruð við það að þetta þak myndi ekki halda stöðlum. Geturðu sagt mér meira frá svo ég Nei, ég get það ekki út af því ég má það ekki en ég allavega og ég þóra ekki að fullyrða þetta en allavega sá aðalegi sem að ég talaði við þetta sem að var koma að þessu verkefni að þá var Reykjavíkurborg vöruð við oft á tíðum en aftur á móti þurfti að klára þetta verkefni einfaldlega út af því að græna skóflan þurfti að vera færið yfir til Reykjavíkurborgar sem var einhver svona Hvað er það aftur? Það eru verðlaunin sem þau fengu fyrir það að vera með loftslagsstaðla á hreinu og endurnýtt húsnæði og þetta átti að vera einhver svona nýjung innan Reykjavíkurborgar og að þetta þurfti að klárast fyrir kosningar og það voru þau skilaboð sem að fengin voru. Ok, þú veist greinlega meir en ég því ég var ekki þarna Nei, ég veit að þú varst ekki inn í þessu öllu þegar þetta var í gangi þannig að ég bara nátti með öllu samhenginu. Já, en tölum bara heilt kerfi, þetta er ekki gott
með við allar þær forsendur. Þannig að kerfið eins og það er núna er mjög illa í stakk búið. Ég náttúrulega tel að opinber rekstur leiðir alltaf til svona hérna, hvað var það, vandamála. En út af því að kerfið er augljóslega ekki stakk búið til þess að gera þetta í dag, af hverju telur það myndi batna ef að ríkið myndi taka að sér enn meiri uppbyggingu? Er ekki eftirlitið útvistað? Þú veist greinlega meira þetta en ég, sko. Sko, ég þekki það ekki nákvæmlega. Byggingafulltrúi Reykjavíkur, hann sér úttektir en ég gerir ráð fyrir því að Efla og aðrir séu líka að taka úttektir. Þannig að ég veit ekki, það er örugglega mismunandi eftir verkefnu. Nú er ég komin aðeins út fyrir mína þekkingu ef ég var hreinskilinn. En ég veit allavega að byggingafulltrúi þarf að skrifa upp á eitthvað. Mandlumist þegar Skuggi var að sjá hérna efsta leitisreitin og ég var að reyna að fá samantekt af því hvenær hérna þetta kemist að byggingastíg 7 að þá þurfti ég að hafa bæði samband við þjóðskrá, þurfti að hafa samband við byggingafulltrúa Reykjavíkur, þannig ég var bæði í ríki, sveitafélagi og byggingaverktaka, þannig ég held að það sé bara allgangur á því. En eins og segi, heildarmyndin er bara svo, nú erum við komin í flókin tækniatriði. Ertu á því að núverandi kerfi sé vel í stakk búið, hið opinbera, til þess að taka að sér aukna byrðir í því að byggja húsnæði miðað við þær forsendur sem að fyrir liggja gríðarlegan kostnaðar viðbót sem að virðist falla á hvert einasta opinbera verkefni sem að Reykjavíkurborg hefur tekið að sér. Það er alltaf mismunandi að vera að gera upp eitthvað húsnæði versus að byggja húsnæði frá grunni sem er náttúrulega það sem að ég var að fókusa á hér þegar ég talaði að áherslumál vinstrisins væri að opinbera væri að byggja upp húsnæði fyrir fólk. Ég myndi líka vilja spyrja bara hver er kostnaðurinn við að halda áfram sömu stefnu, hver er kostnaðurinn við að halda áfram á sömu braut, hver er kostnaðurinn við það að vita að það er fullt af fólki sem er ekki með öruggt húsaskjól af því að markaðurinn er ekki að útvega þeim heimili. Þetta fólk auðvitað finnur fyrir því að vera ekki með þetta örugga húsaskjól þegar að börn eru sífellt að flytja á milli hverfa með foreldri sínum að því þeir eru að flýja leiguvershækkanir, að því þeir búa í einhverju ónýtu miklu húsnæði, að því að þú veist þau fá ekki leiguna uppgefna eða eitthvað svoleiðis, þá þetta býr það til rosa mikið álag í lífi barna og barnafjölskyldna og það álag brýst út einhvers staðar, það álag brýst út í því að börn eru að díla við alls konar áfallastreitu röskun og mæta þetta inn í skólan og þetta birtist allt einhvers staðar, þannig ef þú ert farin að mæta traumatized börnum sem hafa ekki búið við öryggi mörg ár inn í skólakerfinu, það kostar allt. Og við getum fyrirbyggt allan þennan kostnað með því að einmitt bara útvega fólki öruggt heimili. Þannig ég held að það sé líka kostnaður sem við erum að taka með inn í reikningin. Hvað kostar það þegar fólk býr ekki við öruggar aðstæður, treystir sér kannski, þú veist, ekki til að vinna og er bara eitthvað að örmagnast af því það er á milljón að reyna að eiga fyrir leigunni og leið að fólk fer út á vinnumarkaði, þá er þetta lækka tekjurnar, þá er að minna útsvar í borgarsjóð. Þú veist, þetta hefur svo langvarandi afleiðingar ef við erum að hugsa í krónum talið, við viljum fyrirbyggja einhvern stóran útgjaldalið, þá sé ég þetta þannig að við þurfum bara að byggja ódýrt húsnæði, jafnvel fyrir fleiri tekjuhópa, að við séum ekki föst í þetta sé allra fátækasta fólkið með sín félagslegu vandamál sem þau þurfum einhvern veginn að bera upp á borð til þess að eiga rétt á því að komast inn á biðlista í nokkur ár eftir húsnæði. Þannig ég held að sé mjög mikil kostnaður í því einhvern veginn að halda áfram með sömu braut, þar sem við erum alltaf að skilja hópa eftir einhvern veginn í ótryggum aðstæðum. Ég meina við erum með heimilislaust fólk, hvað kostar að vera með gistiskýli og stuðning, þú veist, auðvitað er heimilisleysi, það er ekki endilega engungu húsnæði sem þarf, það þarf auðvitað líka viðeigandi stuðning eða að koma þannig aðstæðum, en ég meina allt þetta kostar að útvega fólki ekki öruggt heimili, þannig ég myndi vilja vita hvenær fáum við skattgreiðendur, hvenær megum við búast við að þurfa að hætta einhvern veginn að greiða fyrir vandan sem birtist í því að við erum með ósjálfbært húsnæðiskerfi. Já, þetta er mjög gott. Ég er sammálaður að við þurfum að liðka til og núna hefur náttúrulega núverandi meirihluti samt verið sagður vera helsta fyrirstaðan fyrir því að byggingaverktakar hafa ráðast í ný verkefni. Við sjáum að skýrslum hjá samtökum iðnaðarins. Þeir segja við mig bara Reykjavíkurborg er bara í því að vera fyrir og núna er 30% af byggingakostnaði eitthvað sem kemur til áður en að uppbygging hefst. Þannig að hið opinbera hefur verið gríðarlega mikið fyrir. Þú ætla þá að liðka til í þessu, auka við það að þeir verktakar sem að fyrir eru hafi hvata af því að búa til þetta húsnæði sem við svo nauðsynlega þurfum.
Ekki mest byggt núna í Reykjavík af öllum Það sveitarfélögum? hefur verið mest byggt í Reykjavík en aftur á móti þá það mjög dýrt og afleiðing ástæðan fyrir því að 30% leggstofna kostnað sem að náttúrulega fólk svo þarf að greiða fyrir út af Reykjavíkurborg og öðrum opinberum gjöldum. En eitt sem ég líka gagnrýnt í gegnum tíðina að það einhvern veginn þetta verð, þetta byggingarréttagjald og þegar við erum komið lóðir í útboð eða það farið til þeirra sem að bjóði mest í lóðina þá einhvern veginn veltir maður því fyrir sér hvort að kostnaðurinn skilir sér ekki í húsnæðisverði þeirra sem síðan fá íbúðirnar sem eru byggðar upp. Þá komum við að því af hverju erum við að rukka, af hverju eru sveitarfélög að rukka fyrir uppbyggingu á húsnæði, gæti að vera að því sveitarfélögum vantar öflugri tekjustofna. Það staðreynd að það ákveðin hópur í samfélaginu sem ekki að greiða til nær samfélagsins eins og við hinn. Það staðreynd. Við erum með launafólk, það eru fjármagnseigendur sem ég þreytist ekki á að tala Við erum með þannig kerfi að ef þú ert launafólk... Hvað þeir að greiða mikið í opinber gjöld? Þeir eru að greiða til ríkisins og þeir greiða ekki útsvar af fjármagnstekjum. Og við viljum bara að það sé, það eðlilegt að tala fyrir því að það sé bara sama hlutfall sem að leggist á þá fjármagnseigendur og launafólk. Við erum ekki að tala um að þeir greiða meira. Það gerir það, nema það fyrir ekki til sveitarfélagana. Þeir greiða ekki útsvar, finnst þið það sanngjarnt? Já, mér finnst það sanngjarnt og einfaldlega út af því að fyrirtæki, til dæmis ég núna einyrki, þegar ég greiði mér út arð, þá þarf ég að borga 20% út úr fyrirtækinu og svo leggst 22% skattur ofan á mig. Þannig að í heildina menn ekki nákvæmlega hvað þetta lendir í kringum 40% og ef ég að fara að borga þá viðbótar 14% í útsvar að þá náttúrulega hætti ég bara í rekstri. En eitt af þessu líka sem mikilvægt að tala okkur finnst eðlilegt að sé litið til stærð þeirra sem að eru í rekstri. Þetta viljum við standa vörðum þá sem eru bara að harka, eru með einhvern einyrkjar, eru með lítinn rekstur, fjölskyldufyrirtæki, þetta er örugglega bara hark að passa að þetta gangi upp. Við vitum jafnvel að fólk kannski ekki að greiða sér laun, það er bara með ástríðu fyrir því sem það gerir og vill einhvern veginn sjá það halda áfram, byggja eitthvað upp. Ég meina, það er fullt af svona litlum fyrirtækjum núna í kringum mann sem ég er búin að vera að treysta á til dæmis að kaupa allan annan mat sem að því ég get ekkert verið að elda mikið núna, þannig að ég er í þeirri stöðu að geta keypt mér tilbúin mat og ég er bara mjög þakklátt fyrir öll þessi litlu fyrirtæki sem er einhvern veginn að sinna þessu og tryggja að við séum með blómlegt líf í kringum okkur og fjölbreytta matagerð og ég meina allt þetta sem við treystum á til að vera með öflugt og blómlegt samfélag. Það er mjög eðlilegt finnst mér að stærsta sveitarfélagi tali fyrir því að það sé eðlilegt að ríkið komi með einhverju svona eðlilegri þrepaskiptingu í skattlagningu á fyrirtæki. Að við séum meira að líta til getu og stærðar og veltu af því það er allt annað að vera bara, Icelandair eða vera einhver fjölskylda sem er að reka núðlistað. Þannig að mjög eðlilegt að við tölum fyrir svona þrepaskiptri gjaldtöku sem taki mið af stærð og við séum að gera ráð fyrir ákveðnu frítekjumarki þannig að það sé ekki bara strax byrja að skattleggja leið og átt eitthvað smá en maður er aðalega að tala þegar ég tala útsvara fjármagnstekjur og fjármagnseigendur þá er ég aðalega að tala fólkið sem á alveg gríðarlega mikið nauð og er ekki að greiða til samfélagsins eins og hinir. Ef þú ert með marga milljarða einhvern veginn til ráðstöfunar og þá er eðlilegt finnst mér að þú greiði til nærsamfélagsins hlutfalla því alveg eins og á við launafólk, ég meina öryrkjar að greiða útsvara fjármagnstekjum. Við erum með fólk á fjárhagsaðstoð sem er mjög lág upphæð sem er einhvern veginn það sem átt rétt á ef þú getur ekki fengið neitt annað. Við erum með fólk í atvinnulíf sem er að greiða útsvar af sínum tekjum. Þetta fer ef þú ert kannski í fæðingarorlofi, nýbúin að eignast barn og ert bara að láta hlutina ganga upp. Þú ert að fá litla innkomu, greiðir útsvar því. Þannig maður að tala um að jafna leikinn, að sé aðeins gert ráð fyrir því að þeir sem að raunverulega hafi bara rosalega mikið, að sé eðlilegt að þeir greiði aðeins meira til samfélagsins. Hvar myndirðu draga línuna? Er það þeir sem eru með yfir 100 milljónir? Er það þeir sem eru með yfir 50 milljónir? Hvar myndirðu draga línuna? Það er bara eitthvað samtal, Mér finnst bara eðlilegt að... Nei, ándjóks. Það er bara eitthvað frítekjumark. Það er eitthvað eðlilegt frítekjumark. Það er eðlilegt og eigi kannski eitthvað eins og, ég veit ekki, virði húsnæðis, virði bíls, það er þetta reikni eitthvað svona, ef þú átt kannski, ég veit ekki, 2 heimili, bíl, hvað er virði þess fyrir einstakling og leður komin yfir það og þá getum við fyrir að skoða einhverju meiri skattleggingu. Pilsa er ekki eins þegar hún er ekki frá bæjarins bestu pilsum. Það vitað allir sem að hlusta á þetta hlaðvarp að þegar þú ert að fá þér pilsu þá ertu í grunninn að horfa á tvenns konar upplifanir.
Það annarkvort svo ánægja sem fylgir því að vera að borða bæjarins bestu pilsu eða svo vonsvikni sem að fylgir því að vera að borða pilsu sem ekki frá bæjarins bestu pilsum. Og það vita það í rauninni allir að það eru þessar tvær upplifanir sem við erum að horfa upp á þegar við erum að fá okkur pilsu. Því mæli ég með því að þú skellir þessu hlaðvarp í eyrun, farir á næsta sölustað og fáið þér tvíhlaupu ásamt einhverju góðu að drekka. Ég er ekki að tala fólk, þú veist, ef þú átt 10 milljónir á bankabók, ef þú átt húsnæði og kannski sumarbústað, þá erum við bara flott, veistu, rosa flott. Þið gengur vel lífinu frábært, en við erum að tala toppana sem eru kannski komin í það að, þú veist, segjum að þú eigi kannski bara eitthvað, ég veit ekki, 10 heimili sem þú ert að leigja út og þú einhvern veginn er sofandi og ert bara að græða á fullu þegar þú ert sofandi. Þú veist, við erum að tala eins og toppa, við erum ekki að tala einhverjar, þú veist, ömmur sem er eitthvað inn á bankabóki eða einhver sem á eitthvað almennilegt heimili og hefur loksins náð að eignast það, skilur við. Við erum bara að tala eins og toppa, það sé eðlilegt að koma einhver kerfi sem að gera ráð fyrir að við séum að greiða til samfélagsins eftir getu. En ef að ég myndi ráðin manneskju og þessi manneskja er ekkert eitthvað frábærlega dugleg en ég myndi bara borginni laun og svo alltaf eftir því sem að árin myndi líða. Alltaf standa sig verra og verra í vinnu. En á 4 ára fresti kæmi þessi sama manneskja og myndi fara í launaþróun viðtal og segja ég vil fá meiri pening. Hvenær mætti ég segja nei? Út af því að hið opinbera per klukkustund á framleiðsleiningu er að standa sig verra og verra. Allir upplifa að þjónustan hjá hérna Reykjavíkurborg sé að verða verri. Allir. Ég bara heldur ekki. Heldur ég alveg tala að fólk almennt séð telji að hérna peningum Reykjavíkurborgar hafa verið varið vel á undanförnum árum. Ég held að framleiðsla, ég vinn hjá Reykjavíkurborg og króna per klukkustund eru að verða verri og það náttúrulega hefur mikið að gera með styttingu vinnuvikunar, bara þar þá töpum við 10%. Fyrir eftir þjónustu þáttum, ég sé til dæmis mikla ánægður að fá skilaboð með það að fólk sé ánægt með að við lengdum opnunartíma sundlega. Ég er að fá alls konar skilaboð þar sem fólk er bara eitthvað, vá, þetta þurft að gerast, takk fyrir að gera þetta er mjög gott. En miðað við sviptingarnar í því sem við erum að sjá í skoðanakönnun núna og bara þegar að fólk er spurt almennt út í ákveðna þjónustuþætti að þá er staðan svo að hjá Reykjavíkurborg hefur óánægjan og traustið er ekki gott. Nákvæmlega, traustið er hræðilegt. Þannig ég held að við getum ekki verið hérna og sagt já, nei, fólk er bara rosalega ánægt. Þó svo að Heiða segi það á einhverjum skipulagsfundi það að skipulagsmálin hafi endurspeglað vilja almennings sem að náttúrulega eldur ekki rétt. Þannig að af hverju er alltaf verið að tala það að það þurfi að skattleggja meira þegar að þið farið svona ótrúlega illa með allt það skattfé sem að þið hafi fengið í gegnum tíðina. Hvar finnst þér Reykjavíkurborg fara verst með skattfé? Ég myndi segja, á ýmsa vegu hjá því til dæmis að takast á við verkefni sem er ekki lögbundin. Alls konar gæluverkefni eða einhver vorkunn því að þeir móka sér alltaf í alla fréttatíma og segja kerfi greip mig ekki og þetta er bara fólk sem að það bara takast á við aðstæður eins og flestir í lífinu en telja alltaf að aðrir eiga að fara að borga fyrir vondar ákvarðanir eða annað. Svo er náttúrulega eins og segja með styttingu vinnuvikunar þar sem að hefur náttúrulega verið riðlað bara rosalega mikið því hvernig við metum framlag hins opinbera. Náttúrulega ótrúlega erfitt að skoða allir bara eins og með leikskólamálin. Fólk var náttúrulega bara mjög óánægt. Reykjavíkurmódelið nýlega kynnt, sjáum til hvaða áhrif það hefur. En svona heilt yfir þá höfum við náttúrulega bara verið að sjá það að hið opinbera vex og vex. Velferðarsvið jók á tímum COVID þegar að það var ótrúlega mikil, ég held að það var 33% eða 32,8% aukning á starfsmönnum hjá velferðarsviði milli 2018 og 2023. Og það var á sama tíma og fólk var að missa vinnunni í COVID. Þannig að það gerir sér allir grein fyrir því að það er eitthvað skringilegt í gangi varðar starfsmannamál, stöðugildi og rekstur hins opinbera. Nú er velferðarsviðin alltaf sinna alls konar svona lögbundinni þjónustu við viðkvæma hópa eins og þú þekkir, það er til dæmis stuðningur við fatlað fólk, það er rekstur gisti heimila þar sem fólk er að koma bara inn af götunni sem getur ekki farið neitt annað. Það er alls konar stuðningur bara við viðkvæma hópa og það eru þetta ekkert hægt að hætta því COVID eða þú veist, þá þetta breytast við kannski hvernig er hægt að haga starfseminni. En jókst það 33%, það er spurningin, fattar þið? Ég bara, hvenær?
Ég sendi á velferðarsvið, ég get sett þetta inn á hliðina mér, sendi e-mail og spurði hversu mörg stöðugildi hefðu aukist og það var 32% aukning. Ok. Og því finnst það Mikið? Finnst þér það ekki mikið? Á örfáum árum að stöðugildi hjá velferðarsvið, ég held að hafa farið úr 1800 upp í 2392 eða eitthvað. Ég held ég þyrfti að sjá samhengi, bara hvað, þú veist, á hvaða starfsstöðum þetta, það eru þetta margir starfsstæðir sem verið að tala það eru þetta íbúðakjarnar, það eru alls konar svona starfsemi, þannig ég myndi þurfa að fá aðeins En þetta er ekki mikið, samhengi bara til að átta mig á, ef verið að tala allt velferðarsvið, ef verið að tala í búsetukjörnum. Þetta var velferðarsvið. Bara velferðarsvið, og hvað er nákvæmlega? Ég get bara flett þessu upp í dag. Nei, svona samhengi einhvern veginn, hlutana. Já, hérna þetta. Starfsfólki á velferðarsviði hefur fjölgað á því tímabili sem þú nefnir. Stöðugildin voru 1800 í maí árið 2019. Það var 2019, þetta er bara 4 árum. En í maí 2023 voru þau 2389. Þess má geta að margt af starfsfólki velferðarsviði starfar í hlutastörfum. Sko, það sem að ég bara velti fyrir mér sko út af því að þú varst eins og að segja með traustið. Þetta er ekki úr lausu lofti gripið að traustið hafi misfarið svona mikið. Fólk einfaldlega upplifir út af traustinu að það sé verið að fara illa með það fé sem er innan Reykjavíkurborgar. Samt sem áður er komið til okkar og sagt þið þurfum við að borga meira út af því að við þurfum að vera svo mikið að tróða þessari þjónustu ofan í kokið á okkur ennþá meira. En ég held að séu bara mjög margir af þeim buxunum að þurfum við að gera eitthvað í rekstri Reykjavíkurborgar áður en að það farið og komið til mín, eins og ég var að tala með hann starfsmann. Ég myndi alltaf segja við hann, heyrðu, þú kannski fer að sinnir þinni vinnu aðeins betur áður en að fer í það að fara að við förum að hækka launin þín. Fattarðu? Já, það er mjög margt þarna í þessu, sko. En auðvitað er það líka hugmyndafræðilegt hjá okkur, sko, ég gerir mig grein fyrir því. Nei, ég meina bara, þú veist, það er líka bara þannig að Reykjavíkurborg er að sinna alls konar þjónustu og hefur ekki endilega fengið bara nægt fjármagn til að sinna því. Þannig að það er alveg eðlilegt að íbúar Reykjavíkur séu bara, þú veist, ef þú ert einhver á biðlista til dæmis eftir félagslegu húsnæði, þá skil ég mjög vel að þú sért bara Reykjavík, hvað er að frétta? Ég er búin að vera að bíða þarna heil lengi og það er ekki komin inn íbúð. Ef þú ert átt börn og þau eru að borga fyrir alls konar þjónustu, mér finnst það líka bara stórfurðulegt og þess vegna er ég mjög ánægð að við höfum ákveðið að hætta að rukka reykvísk grunnskólabörn fyrir að nota strætó. Mér finnst það fjármunum vel varið að börn þurfi ekki að borga fyrir að fara í strætó til að komast á milli staða. Foreldrar tala að þurfa að minnka skuttlið, alls konar sem spilar inn í varðandi bara hvernig umgjörð barnafjölskyldna er. Mér finnst þetta fjármunum vel varið í að létta gjaldtöku af börnum, ef þú spyrir mig. Þannig að auðvitað þú skilja mjög vel að íbúðar séu bara býtu af hverju þjónustan ekki eins góð og hún geti orðið, þannig ég skil alveg að fólk einhvern veginn treysti ekki þegar það er ekki verið að framkvæma vilja íbúa borgarinnar sem vilja þetta bara hafa þetta öryggi í sínu lífi að grunnþörfin sé mætt. Hvað var það til dæmis? Húsnæði. Heldur það bara að fólk sé á þeim buxunum að bara, heyrðu, ég vil á að taka meiri pening af mér til þess að búa til meiri þjónustu handa mér? Hvenær voru að tala að taka meira pening af almennum íbúum? Þú vilt auka skatta, ger ég ráð fyrir. Á ríkasta fólkið. Já, ekki á almenna íbúa Reykvíkinga. En það fer úr Reykjavík og fer í Garðabæ eða Seltjarnarnes eða annað. Og hvað ætlum við að gera þegar við erum búin að missa náttúrulega, sko, ríka fólki náttúrulega borgar, held ég, hvað var það? 60% af öllu útsvari. Þegar við erum komið með efstu 2 tekjutíundirnar, þá var þetta kringum 80%. Þannig að þú veist, þeir eru hvað sem er að borga mestmegnis af þessum peningum. Þannig að ef við förum að segja, heyrðu, þið ætlaði að fara að borga meira, þannig að hrekjum við það úr sveitafélaginu og þeir fara það sem þeir þurfi ekki að borga mikið í útsvar. Ef að þetta yrði lagt á með lögum frá Alþingi þá á þetta við í öllum sveitafélögum. Það er ekki þannig að Reykjavík Við erum í borgarstjórnarkosningum. Já. Þannig að við erum að tala um það. Ég er að segja að þú vilt sjá þetta aukast. Við erum ekki að tala um að setja útsvar á fjármagnseigendur þá utan Reykjavíkur, nema að þú myndir vilja binda það í lög. Ég skil það, en það er ekki eftirspurn eftir því í landsmálunum. Þannig ég er að spá, sko, hvernig sér þetta fyrir þér í dag með það að vilja auka skattinnheimtu. Fólk er samt ósátt. Hverju ætlar að skattleggja ef þú getur ekki skattlega þetta fjármagnseigendunar? Hvernig ætlar að sækja þessa skatta? Það get ég ekki sótt á. Ég er ekki að tala fyrir að hækka skatta á almenna íbúa reikninga. Okay. En það er alveg eðlilegt að tala þessi mál þegar að vera að spyrja bara býttu það fullt af þjónustu sem Reykjavík er ekki að sinna.
íbúar eru skiljanlega ósáttir, hvernig ætlar að gera þetta, þá finnst mér bara eðlilegt að maður greinir frá því hvernig maður sjáir fyrir sér að hlutinir að vera og ég er ekki að fara að láta eitthvað stoppa mig að tala hluti sem ég er bara fullkomlega að tala ég er að segja það, ég er búin að tala þetta í 8 ár ég er búin að tala útsvar og fjármagnstekjur í 8 ár og ég ætla ekki að hætta fyrir þetta orðið að veruleika þó ég verði 100 og eitthvað ára gömul þetta bara markmiðið mitt í lífinu þetta bara sanngirnismál, nei alvörinni mér finnst þetta vera bara sanngirnismál þá þarf ekki að tala fyrir því ef enginn talar gegn óréttlætinu þá gerist ekki neitt þannig ég ætla ekki að vera bara eitthvað þetta Alþingi Íslendinga best að hætta að tala þetta ég bara held áfram að tala þetta auðvitað þetta er bara fullkomlega eðlilegt og maður sér að fleiri eru komin á hana vakt þannig að maður þarf bara að tala áfram í 8 ári viðbót, 10 ári viðbót, ég held bara áfram Er vinstrið sammálaður í þessu? Ég meina Þetta var besta TikTok-klippan Þeim finnst bara eðlilegt að tala fyrir þessu en þú veist auðvitað Er Líf Magnúsdóttir með þér hana? Já, Er það? Já Hlaðvarpið er í samstarfi við fiskhúsið.is Fiskhúsið.is er heildverslun fyrir veitingamenn sem vilja það ferskasta og það besta fyrir sína kúnna. Hvort sem það er fyrir veitingareksturinn, hótelreksturinn, mötuneytið eða hvað annað, þá ferðu inn á fiskhúsið.is til að sjá það gríðarlega úrval sem að strákarnir hafa upp á að bjóða. Ef að þú vilt hið ferskasta og hið besta, þá gerir þetta sjálfsögðu almennilega, ferðin á fiskhúsið.is. Það er ekki til sú spurning sem að strákarnir hafa ekki svarið við, þannig enn og aftur fiskhúsið.is til að fá ferskasta og besta fiskinn á landinu. Þú veist, það er bara eðlilegt að tala tekjustofnum sveitarfélaga en auðvitað erum við í borgarstjórnarkosningum og við þurfum að tala hvað borgarstjórn geti gert og þá þurfum við auðvitað að hugsa hvernig forgangsröðum við fjármunum og það er auðvitað áhersla vinstrisins að við séum að forgangsraða þeim í þessa svona félagslega innviði að þeir séu sterkir, að þeir séu til staðar fyrir íbúa borgarinnar, að við séum einhvern veginn að forgangsraða fjármunum þannig að það sé ekki að auka til kostnaða útgjalda fyrir okkur seinna meir. Þannig það er auðvitað grunnlínan. Þetta snýst líka allt meðferð fjármuna, það snýst að það þarf að fjárfesta í öllum þessum skólabyggingum, það þarf að fara í viðhald, það þarf að tryggja að húsnæði sé gott því það er bara rándýrt að vera að gera sig með mygluvanda og rakavandamál mörgum árum síðar eða þú sinnir því ekki. Þú veist, þetta er fjárfesting sem við þurfum að einblína á, auðvitað. Já, sko, ég er nefnilega einn af þessum fjölmörgurindar sem er aðdáandi þinn. Bara þegar þú veist, út af því að þú er náttúrulega að skora mjög hátt í því, þú veist, hvernig viltu sjá sem næsta borgarstjóra þetta dót, sko. Svona einhvern veginn alls konar hérna, eða hvern myndir vilja sjá og þá er það einhvern veginn Hildur, en samt svona eitthvað mesta traust, þá er þetta þú og hérna, skemmtilegar bollaleggingar, en ég er einn af þeim sem að, skilur, ég myndi ekki vilja sjá þessum borgarstjóra út af því að mér finnst þú með svo klikkaðar hugmyndir, en mér líkar ótrúlega vel við þig út af því að þú ert í alvörunni ótrúlega hérna viðkunnaleg. En sko, ég tel að þú tali fyrir hættulegustu hugmyndunum af öllum og þú verð lang hættulegasta aflið. En ég er að velta fyrir mér sko, því að og þetta er aðdáunarvert einhverju leyti, að þú dregur enga línu í því bara, þú veist, þegar ég segja bara hérna, herðu, reksturins opinbera, það er verið að hérna, fara illa með fjármuni. Þú veist, þegar maður tala við verktaka þeir segja bara, herðu, hjá Reykjavíkurborg er bara sóunin galinn. Það er bara ótrúlegt hvað þeir fara illa með fé og þetta er svo mikið vanvirðing við hérna skattgreiðendur. Tala um þetta á ýmsum sviðum annars staðar. En þú segir bara nei. Þegar hið opinbera er komið með fjármununa, þá eru það góði peningar sem er vel varið. Einu sem við þurfum með meira. Ég ætla að bæta við, það er sjálfsagt að rýna í hverju einustu krónu og á þessu síðustu 15 mánuðum, af því ég hef verið cirka 15 mánuði núna í samstarfi í meirihluta, að þá hefur maður fengið miklu svona meiri innsýn inn í hlutina og þetta er bara mjög stórt. Það er alls konar kostnaðarlegir. Ertu ekki sammála með það er eitthvað annað? Sko? Mér er bara sjálfsagt að skoða þetta allt. Ég er ekki að segja við ætlum ekki að opna hérna bækurnar og rýna í hverju einustu krónu, en ég segi bara, þú veist, það er allt annað að vera í minnihluta og koma svona aðeins í meirihluta af því það er einhvern veginn svona eins og nýr heimur opnist fyrir manni. Maður fær miklu meira upplýsingum, gögnum og þú veist, það er alveg meira en að segja það að opna þetta Excel-skjal og vera bara eitthvað, já, hérna sé ég að þá maður fara betur með fjármunni. En ég er ekki að segja að, þú veist, ég vilja ekki skoða þetta. Þú veist, það er örugglega hægt að hérna víða fara betur með fjármunni og mér finnst það bara eðlilegt að við séum opin fyrir því og skoðum það. En mér finnst aldrei skakt að gefa sem forsendu að vera einhvern veginn bara, þetta er allt hræðilegt. Við þurfum bara, það er ekki að segja það, en hefur ekki verið á þessum 15 mánuðum, nú ertu ekki forseti borgarstjórnar? Já. Hefur ekki opnað eitthvað skjal og verið bara, guð minn góður, hvað í andskotunum við gera, herrðu, við þurfum að skera hérna niður.
við erum að missa vitið. Ég alveg bara, hvað þetta? Hvað þýðir þetta? Hvað Út felst í með þetta. þessu? Þú veist, að því að mér finnst stundum sér maður kostnaðarliði og maður þarf bara að vita meira. Maður bara eitthvað, hvað felst nákvæmlega í þessu? Og ég alveg óþolandi með þessa tölvupósta. Ég alltaf bara, getur útskýrt nána hvað þetta? Hvað þýðir þetta? Hvað þetta? Erum við að borga í þetta? Kemur ykkur auka kostnaðar á þessu? Þannig það þetta mjög margt sem að, þú veist, við erum búin að skoða og En svona, hefur samt ekki séð eitthvað þar sem þú ert bara, nei, þetta þurfum við að losna við. Þetta finnst mér með ríki og sveitafélög. Það ýmislegt sem að ríki ber ábyrgð á sem sveitafélög hafa verið að gera fyrir ríkið. Sanna, ég ekki að spyrja það. Ég að spyrja, ertu ekki búin að sjá neitt sem að Reykjavíkurborg að gera sem að þú hefur verið bara, heyrðu, þetta bara della, við erum að eyða peningum hérna. Mér finnst persónulega þessi sjálfkrafa launahækkun borgarfulltrúa, því að varst að tala að launafólk þurfa að fara í viðtal til að færa rök fyrir því að það hafi staðið sér vel og það rétt á launahækkun. Ég persónulega á þeirri skoðun að mér finnst alveg allt í lagi að aðeins að endurskoða þessi launamál borgarfulltrúa og ég tala lengi fyrir því. Þetta einhvern veginn tekur hækkunum í takt við launavísitölu. Var sem sagt bundið við þetta þingfararkaup en svo einhvern veginn var fólk á þeim tíma bara, nei, við getum ekki að hækka svona mikið, ákvað að aftengja sig frá því. Það var ákveðið hlutfall af þingfararkaupi, skils mér, og setti þá í rauninni þetta verklag, þetta þróist í takt við launavísitölu. Mér finnst það alveg svona verklag sem að make a sense, en á sama tíma get ég alveg skilið að fólk sem að láglaunafólk og verkafólk og sér einhvern veginn þessa launaupphæð, sé smá bara eitthvað að herði byttu nú við. Og þú veist, ég fer ekki eitthvað viðtal einhvers staðar í Ráðhúsinu og segja, herði, ég á rétt á þessari sjálfkrafa launahækkun að því ég staðið mér svo vel, þetta bara kemur. Mér finnst það leiðilegt að ræða það í þessu samhengi. Já, einmitt. En ræðum aðeins stöðuna. Það ég er búin að vera að fara, sko, þetta er enda búið að vera besti þátturinn með það að gera, við höfum verið að ræða fjármálun meira. Einhvern veginn eins og það hafi verið aðeins skólast til þrátt fyrir það, Sjálfstæðisflokkurinn er svolítið svona einarða afstöðu, Miðflokkurinn er líka samt svona heyrist ekki alveg, en þetta þið öll, þið segir mér ekki alveg hvað þið ætlið raunverulega að gera, en ok, þið fáið bara afslátt af því. Hérna, staða flokksins, þið að mælast með í kringum svona 10-13%, þú voru náttúrulega náðu hærra en það, hvernig sérðu fyrir meirihlutasamræður? Sérðu fyrir þér að starfa með einhverjum svona, myndirðu til dæmis núverandi meirihluti? Var það eitthvað sem þú myndir vilja halda áfram? Sko, við þurfum alltaf að byrja að sjá hvað kemur upp úr, sko. Ég veit það, Sanna. Nei, að því þetta lítur ekki alveg kannski vel út hjá, þú veist, þetta er kannanir, svo bara gerist það sem gerist. Það er hæribylgja? Nei, það er ekki hæribylgja. Ef þú reiknar hvað þau eru að fá út úr þessum kannunum, þá verður það ekki að ná meirihluta og vinstri heldur ekki að ná meirihluta. Til vinstri. Þú veist, það er engin svona augljós bara svona hvað segir maður, örugur hægri meiri hluti út úr og skoðar kannanir eins og þær standa í dag. En er ekki hæribylgja í heiminum? Jú, það er náttúrulega ekki næs og ég vona að það hætti. Við erum að pakka ykkur saman. Það er hræðilegt. Nei, sko, sástu þarna, hvað heitir þessi tískusýning sem allt ríka fólkið mætir á og Chris Smalls og fleiri var að mótmæla. Met Gala. Já, varpa upp á byggingu og það var bara verkafólk, fékk röddina og það var bara, þetta var svo ótrúlega flott, bara verkakona, gömul verkakona, hún bara lýsa sínu lífi, bara ég er á milljón. Áttaði á því Bezos að við getum, þú veist, það er við sem að búin til allalanum auð fyrir þig. Ef við hættum í dag þá er þú búin og mér finnst þetta svo flott hjá þessari konu, ég var bara, you go. Ég þoli ekki þegar frægt fólk er einhvern veginn svona sýnast vera vinstri sinnað. Ég bara, svo þegar tónlistamenn er alltaf verið að segja með stjórnmálaskoðanir sínar. Hvað í ósköpunum á ég að gera við þetta? Þetta er ekki skrítið. Eitthvað svona lista, elita, skilurðu ég er á því að við þurfum að gera þetta. Maður bara, já, guð minn góður, þú lifir ekkert sama líf á við, sko. Ég ætla ekki að nefna henni nöfn, en svona með lista-elítuna, passaði þau núna á þetta því að þau kjósa til vinstri, sko. Maður getur alveg verið til vinstri óháð, sko, stétt og stöðu. Það þurfi ekki allir að vera eitthvað með einhverja reynslu fátækt til þess að vera vinstra megin í lífinu, sko. En er ekki verkafólki svolítið svona að gefast upp á vinstrinu? Þú erum alveg að sjá það, til með eins og í útlendingamálunum í Bretlandi og annars staðar. Það var bara reformað að taka yfir. Jafnvel sko flokkur Robert Lowe sem gengur enn lengra heldur en Nigel Farage. Hann er líka að ná ákveðinni athygli þrátt fyrir það hafi ekki náð miklu árangri núna í þessum kosningum. Þannig að það er svona ákveðin bylgja útlendingaandúðar, jafnvel, það er þetta að kalla það.
líka bara svona pirring yfir útlendingastefnu sem að hefur verið svolítið svona í rauninni oddurinn á þessu svona nýja hægri. Ég veit ekkert nákvæmlega hvað maður finnst það. Ég myndi segja að sko, þar sem að ef við skoðum þetta svona í alþjóðlegu samhengi að þá myndi ég greina þannig að allra auðvast á fólkinu hefur tekist að einhvern veginn búa að splitta almenningi upp í ólíka hópa og búa einhvern veginn til þá narratífu að við að þau sem séu fátæk séu það út af því að hið opinbera sé svo rosa gott við útlendinga. En málið að almenningur bara allur saman í þessu ströggli og vandinn þetta ríkasta fólkið sem að taka allt fjármagn út úr landinu sem hann býr í og fara með einhver Panama-skjöl og allt það. Þannig að til þess að við náum einhvern veginn almenningur að beina spjónum að því sem raunverulega skiptir máli að þá þurfum að hætta að rífast innbyrðis. Við þurfum að hætta að vera einhvern veginn svona hérna einhver sem að sækja alþjóðlega vernd sem fekk actually frítt að taka út sér einhverja tönn, þú veist, geggjuð tannlæknaþjónusta eða þannig. Þannig ég held að þessi umræða einhvern veginn að útlendingar séu óvinurinn, þetta þetta bara ríkasta fólki græðir á því að við séum einhvern veginn að sjá óvin í hverju horni á meðal almennings ef við stöndum saman og förum að tala af hverju óréttlæti í heiminum, hvernig við ætlum að skapa réttlátara samfélag og vinna gegn þessum gríðarlega miklum ójöfni, þá getum við náð miklum sigrum. En til þess þarf við vinstrið að tala til verkafólks og láglaunafólks og tala þeirra máli og tala mannamáli og ekki vera að tala í einhverjum frösum sem að fólk bara hvað að segja. Þú veist, tala bara inn í veruleika fólksins sem að ströggla. Ef þú ert með stjörnu í rúðinni eða þarft að fara í gegnum einhvers konar bílrúðu athugun þá ferðu að sjálfsögðu á Poulsen.is. Ég prófaði þetta sjálfur, var með stjörnu í rúðinni og fekk bílinn eftir örskamma stund og málið dautt. Ofan á það að veita úrvalsþjónustu í þeim efnum getur þú einnig fundið hið ýmsa á vefverslun þar sem bæði eru seldir varahlutir, ljósabúnaður, ferðavörur fyrir bílinn, reiðhjólavörur, smurefni og margt fleira. Þannig að ef þú ert að drolla við viðhaldið eða bílrúðuskiptin þá mæli ég bara með því að þú hættir því, farir á Poulsen.is og lætur klára málið í dag. Hlaðvarpið eins og þið vitið í samstarfi við harðfisksverslun Hrafnadals. Nú ég búinn að selja töluvert af þessum gæða harðfisk og hafa viðtökunar verið hreint út sagt ótrúlegar. Þetta valsað upp á gamla mátan, sjósaltað og kemur til þín ferskt. Nú býð ég bæði upp á ísu og steinbít sem kemur á roðinu, alveg eins og þú vilt hafa hann, þurrkaðan að sjálfsögðu í vestfirsku fjallalofti og eins og ég segi, viðbröðin hafa verið vonum framar þannig að ég þarf ekki einu sinni að vera í neinni væntingastjórnun. Sendu e-mail á hrafnadalur@proton.me en hlekkin og verðupplýsingar má einnig finna í lýsingu á þessum þætti. En svona veruleiki þessa fólks líka þannig úr garði gerður það þegar að séð stórkostlegar breytingar varðar menningu og fleira í svona samfélagi þar sem að fólk bara komið með upp í kok að þurfa einhvern veginn að vera bara umburðarlynd gagnvart jafnvel óumburðarlyndi hópa sem hafa komið þarna með mismunandi lífskoðanir og þetta svolítið það sem að Sólveig Anna hefur náttúrulega verið að benda á að núna hún svolítið búin að gefast upp á þessu vinstri sem hún kallar woke vinstri og fylgir sér bak við þinn gamla flokk sem sósíalistaflokkurinn sem hefur svolítið farið svona út fyrir þessa hugsjón það að við þurfum bara einhvern veginn öll að vera vinir og þurfum öll að vera einhvern veginn á þeirri skoðun að ríka fólki sé hið vonda þegar að raunveruleikin miklu flóknari. Hefurðu áhyggjur af þeirri stöðu að þú veist eins og segi, þú talar Sólveig Önnu síðast þegar þú varst hérna og ég líka mikill aðdáandi Sólveigar en hún svolítið búin að gefast upp á svona þessum gamla sósíalistaflokki. Ég get ekki svara fyrir hann hvað Nei, ég að segja bara, þú veist, að núna það var klofningur. Það var náttúrulega rosalega mikil ólga inn í sósíalistaflokknum þegar að þú svona sagði þér frá honum. Ertu búin að segja úr honum? Nei, þú ert ennþá inn í honum. En eins og ég segi, það var hana mikil ólga út af því að það var eitthvað ósætti milli Gunnars Smára og grasrótarinnar eins og hún kýs að kalla sig. Þú varst eins og eitthvað svona skilnaðabann sem að var eitthvað svona barnastjarna greinilega út af því að þú áttir að vera, skilurðu, oddur beggja fylkinga, skilurðu. Þú varst greinilega mjög verðmæt, þú varst gullkúin, sko. Þannig að, skilurðu, með þessa stöðu, finnst þér hún að hafa flækt fyrir þér? Ég veit ég ætla að fara út um allt, en þú skilur samt það bil hvert ég að fara. Ok, Sanna gullkafur, hvernig líður þér núna? Nei, bara það Sólveig Anna,
er mikil svona, hefur mikil áhrif á stjórnmál í dag hægri menn byrjar að fíla hana út af því að hún talar gegn þessum veru woke hugmyndafræði þetta að við öll einhvern veginn að vera að spá í því hvernig við að litin eða hvaða kyn við eða hvaða kynhneigð og passa upp á það að vera með réttu skoðun í útlendingamálunum hún segir bara þetta út við ætlum bara að vera hérna, við erum bara saman í þessu út af verkafólki Þetta lítur að hafa áhrif á þína stöðu sem pólitíkus þetta voru mikla vendingar sem áttu sér stað bara fyrir ekkert svo löngu Ég átta mig á spurningunni Ég að velta fyrir mér nú þegar þetta búið að gerast hefur einhver áhyggjur af því að núna þegar þú ert komin inn í Vinstri græna Ég ekki komin inn í Vinstri græna Nei, þú veist, þeir eru sameinað afl fyrirgeðu þú voru til vinstri Vinstri grænir sameinuð þið vinstrið en sósíalistaflokkurinn þann ennþá hefur einhver áhyggjur af svona þessari togstreitu eða einhver togstreita? Ég bara fókus á okkar í vinstrinu og einblína það og ég vonu þetta bara komið sem flestar raddir inn í borgarstjórn sem að tala fyrir félagshyggju sem tala fyrir vinstri áherslum og ætla að einblína á það Myndirðu geta unnið með þeim? Mér Silja Sól mjög fín mér finnst hún bara koma mjög vel fyrir og ég þekki ekki eitthvað mikið til hennar hún var ekkert eitthvað held ég mikið í starfinu á þeim tíma sem ég var í því en mitt markmið, eins og ég sagði, í lífinu er bara að vinna gegn ójöfni fjármagnstekjur, skattar, borgi, útsvar og þú veist, þannig það er auðvitað það sem maður er að gera í þessu auðvitað þetta er erfitt þegar það eru svona þú veist, það sá allir bara í fjölmiðlum að þetta var ekki eitthvað skemmtilegt eða auðvelt en ég er auðvitað bara með ákveðið markmið og ég er að einblína á það hvað ég get gert í því. Ég held að enginn hafi áhuga að heyra eitthvað einhverja tilfinningar mínar eða líðan. Fólk vil bara vita hvað ætlar að gera fyrir okkur, hvernig ætlar að gera það, getur sýnt okkur að vinstri geti unni saman og ég held að fólk fíli það einmitt því við erum að sjá í könnunum að við erum að mæla stæðsta framboði vinstrið og ég tek því þannig að fólk sé bara eitthvað, yes, loksins er vinstri að vinna saman, vá, takk fyrir að fókusa okkur íbúa borgarinnar í staðan fyrir að vera bara eitthvað, hver hefur lesið mestu komabækurnar, skilur þú veist, ég fekk að mynda að heyra það að ég væri ekki nógu góð sósíalisti því ég hef ekki lesið allar bækurnar, nei, í alvörinni þú veist, það snýst bara meðal annars lifaða reynslu það að vera fátækt barn sem að nærist bara einhverjum pólómyndum, ég held að þá sé ég alveg verðugt til þess að vera sósíalisti því að ég nýti þetta minn veruleika að greina heiminn og hugsa bara við erum með fátækt börn, svo erum við fyllt af ríku fólki sem mun aldrei ná að nota peningin sinn. Þetta er bara eitthvað vegasalt sem þarf að jafna í mínum huga og það er auðvitað það sem ég kem með að þessu borði og þó ég hef ekki lesið einhverja milljón bækur eftir alla þessa byltingakalla að þá er ég ekkert eitthvað verri sósíalisti. Það eiga bara allir að geta tekið þátt í baráttunni á sínum forsendum og við eigum að geta höfða til fólk sem að kemur aldrei inn og einhvern veginn lýsi bara sínum veruleika og þá vil ég laga hlutin og bæta hlutina. Þú þarft ekki að taka eitthvað inntökupróf að hafa lesið þú veist, alla þessa kalla og geta einhvern veginn svara hver sagði þetta kvót og við séum saman í einhverjum bókaklúbi að ræða fræðin. Hvað gagnast það fyrir fólk sem er þarna úti, sem er bara eitthvað, hvenær fæ ég húsnæði sem kostar ekki 250.000, hvenær mun ég fá að borða út mánuðinn og hætta að svelta mig eftir 2002. Þú veist, getum við bara búið í samfélagi sem grunnþörfum okkar er mætt. Og til þess er ég hér. Ég finnst þess að ekki ákveðin fegur í því. Sko, ég er að bíða eftir að vera hægri manneskja. Aldrei. Það mun koma. Aldrei. Jú. Ég hef engar ágjörðar. Aldrei. Núna ertu náttúrulega töluvert betri í tekjum. Hildur Björns var að stríða þér einmitt með þetta í gær, skilur, þú ert komið með 2 kúlur á mánuði og ert eitthvað að væla við því. Ertu ekki bara fullkomin saga? Svo ég endur nú varpi bara hennar spurningu eiginlega. Ertu ekki bara fullkomin saga það að í íslensku samfélagi er félagslegur hreyfanleiki eitthvað sem er gríðarlega vel til þess fallin að auka lífsgæði. Þar sem að þú kemur úr fátækt, nærð að vinna þig upp á þinn elju og vinnusemi, ert ekkert að væla og væla í kerfinu, greip mikið. Þú bara sóttir þinn ágóða í því að geta sótt fram sem á þessu sviði, pólitíkus, með þína mannfræði gráðu, nýttir þína krafta til þess að klífa upp stigann og þú ert í rauninni bara fullkomið dæmi það þegar íslensk manneskja getur klifis samfélagsstigann eða jafnvel manneskja af erlendum uppruna sem maður getur klifið þá hennan stiga og tekist á við lífið með því að taka það heljargripum og trana sig frammi. Er þetta ekki bara nákvæmlega það sem við viljum? Að við séum með félagslegan hreyfanleika en ekki einhverja vælu kjóa sem að bíða eftir félagslegu húsnað og félagslegu hinn og félagslegu þessu. Þetta er fólk sem bara girðir sig í brók og tekst á við lífið.
Mér finnst það mjög hættuleg narratífa þegar við erum að mála upp mynda því að fátækt fólk þurfa að vera duglegt til að koma sér upp á fátækt. Mér finnst það mjög hættuleg narratífa. Mér finnst það við erum að tala af hverju búum við í samfélagi sem gera það verkum að börn fá ekki að borða. Mér finnst það að vera stóru spurningin. En ekki hér einhver manneskja sem að var heppin mjög oft í röð sem leiddi til þess að hún einn á móti, ég veit ekki hversu, náðaksli að landa vinnu sem vel útborgað. En varst þú bara heppin? Var þetta ekki líka vinnusemi? Jú, en ég meina auðvitað það ekkert þannig að við erum að fara að segja við allt fátækt fólk, þú veist, vertu bara duglegri og þá gætur við landa einhverju góðu giggi sem að borga vel. Við þurfum auðvitað að búa til samfélagi sem fólk ekki fátækt, punktur, skilur við. Þú veist, það á ekki að vera þannig að þú þurfir að einhvern veginn útvarpa, þú veist, ef að fara að segja við fólk að það þurfa að fara að útvarpa allri sinni sárustu lífsreynslu til þess að og bjóða sig fram í kosningum til þess að komast inn í borgarstjórn til þess að fá góða laun. Er það leiðin út af fátækt? Það ein leið. Hlaðvarpið í samstarfi við heitirpottar.is, hvort sem þið vantar saltvatnspott, hitaveitupott, kaldan pott, sánuklefa eða hvað eina í heita pottinn, þá ferð þú inn á heitirpottar.is og lætur græja þig. Þjónusta og uppsetningum all land og nú jafnvel hægt að fá sér smíðaðan sánuklefa, þar sem að þú færð sánuna nákvæmlega eins og þú vilt hafa hana. Það ekki hægt að setja verðmiða á heilsuna eða samverustund með fjölskyldunni og því mikilvægt að huga að báðu og það nákvæmlega það sem að heitirpottar.is auðvelda þér að gera. Hvort sem þú ert að endurnýja gamla pottinn eða gera þetta frá grunni, þá getur þú sendt skilaboð á netinu eða bara einfaldlega kíkt í verslunina að Fosshálsi 13 en þar opið alla virka daga milli 10 og 17 og á laugardögum milli 10 og 14. Ekki drolla við þetta, þú veist að þið langar í heitan pott og sánu heimtíðin, heitirpottar.is græja þetta fyrir þig. Hlaðvarpið í samstarfi við Happy Hydrate en eins og ég hef nefnt áður þá nota ég bæði steinefni og kreatín daglega og þau gera lífið betra. Og nú komin nýjung þar sem að þú getur notað afsláttarkóðan 1 pæling til þess að fá 25% afslátt þegar þú skráir þig í áskrift og frían brúsa með. Svo 15% afsláttur hvern mánuð eftir það. Þetta sjálfsögðu steinliggur ef þú ert að nota þetta á annað borð en einnig tilvalið tækifærið fyrir þá sem að vilja prófa og ég lofa ykkur að þið munið ekki sjá eftir því. Steinefni gera daginn einfaldlega betri og með því að nýta þennan afsláttarkóða ertu að sjálfsögðu að styðja við það að ég búi til þetta efni. happyhydrate.is skráið ykkur í áskrift. En sko, Mér finnst þetta, ég ætla bara að segja eins og mér finnst þín saga að vera falleg með þetta að gera sko. En vandinn eftir að fátæktin ennþá til staðar. Það vandamálið. Við erum náttúrulega með minnstu fátækt líklega með öll önnur Norðurlönd eða annar staðar. En við erum með fátækt, við erum með svengböld, við erum með ójöfnið. Það birtist í samfélaginu þó að þú veist það sé þetta gott að fólk með reynslu fátækt komist inn í borgarstjórn og náið þá vonandi að breyta hlutunum þannig að börn sé ekki alls upp í fátækt. Það þetta eitt af því sem þarf að gerast. En við þurfum bara einhvern veginn að koma samfélaginu á þann stað að það sé enginn með sára reynslu að því að hafa ekki borðað í marga daga. Það grunnvandinn, ekki að fólki sem með þá reynslu þurfi bara að vera svo duglegt. Þannig að þú vilt auka skatta til þess að kaupa mat handa fátækum. Nákvæmlega. Það falleg hugsjón, en ég til reyndar hún sé skaðleg, en það annað mál. Hérna tölum samgöngunar. Hvað viltu gera í það ekki? Þú ég ætlaði svo mikið að ná þér, ég spurði á hann hvort þú verður ekki komin á bíl. Með tekjuna, þá áttu náttúrulega að vera löngu komin á bíl. Ég með bílpróf, ég búin að vera með bílpróf síðan ég var, hvenær fekk maður bílpróf? 16, 17? 17 ára? Hefur aldrei átt bíl? Jú, ég átti bíl og var alltaf á bíl í háskólanáminu þegar ég var að vinna ofan á námið á Serrano að láta hlutina ganga upp. En svo bilaði hann og ég þurfti að gera við hann og það kostaði svo mikið þannig ég seldi bílinn, bara ég nenni þess ekki. Ég hef ekki efni á þessu og hef bara notað strætó og elst upp við að nota strætó. Mamma mín ekki með bílpróf þannig við vorum út all labbandi og hjólandi og í strætó þannig að maður velti líka fyrir sér hvort að uppeldi skiptir máli ef maður einhvern veginn vanur því að nota almenningssamgöngur þá er það kannski sjálfsagðara þegar þú ert eldri. En ég fekk far hingað í dag, ég er mjög þakklátt fyrir það. En hvað viltu gera í þessu? Borgarlínan, er hún on eða off? Ég vil auðvitað frelsa vegina fyrir notendur einkabílsins. Já, sammála. Og til þess þurfum við að vera almenningssamgöngur. Nei, alvörinni, ok.
Núna er það Mér finnst þannig, þetta geggjaði lóða. við erum öll föst í trafík, það er bara staðan. Og emmitt, þegar ég er að fá hérna far með þessum vinum mínum sem elska bíl, sem ég er mjög þakklátt fyrir, þá er ég einmitt búin að vera bara, vá, það er umferð núna, klukkan er bara eitthvað 2, hvert er allt þetta fólk að fara, hvað er að frétta? Ég einhvern veginn held þetta væri kannski mest á þessum álagstímum, en það er bara alltaf rosa mikið trafík. Ok, það gengur ekki. Þá þurfum að hlusta á fólkið og hvað fólki er að segja og það er fullt af fólki sem segir ég myndi vilja nota almenningssamgöngur oftar en ég get það ekki. Ég get ekki treyst á kerfi sem er bara 30 mínútna fresti þar sem að það er alltaf dýrt að kaupa sér staka miða 690 krónur, þú ert ekkert eitthvað til í það ef þú ætlar að taka nokkrar ferðir kannski. Þannig að auðvitað þurfum að hlusta á það og bjóða þá upp á þessa valmöguleika fyrir fólk sem væri actually til í að nota almenningssamgöngur, gera það ekki í dag af því þetta er ekki nógu áreiðanlegt, leiðu við erum komið með öruggar og áreiðanlegar almenningssamgöngur, þá fara fleiri í strætó og þá erum við með færri bíla á vegunum sem þýðir að við komumst öll hraðar og öruggar á áfangastað. Þannig að borgarlínan er on. Já, en þangað til Þú varst með efasemdir. að því ég var svo pirruð, þetta var kynnt og það var einhvern veginn sagt, herði, við erum komið með frábært plan, þá byggja borgarlínu, hún mun taka talsverðan tíma en þangað til eigi bara að vera sátt. Það er ekki nóg, það þarf að laga strætó núna, það þarf að fjölga ferðum, það þarf að gera þetta bara meira svona aðlaðandi einhvern veginn og auðveldur að nota strætó því það er þannig í dag og þú þarft eiginlega svona að þekkja kerfi til þess að geta nota strætó. Það er mjög erfitt að einhvern veginn svona randomli ákveða, þú veist, nú er ég búin að fundi, ég ætla að taka strætó heim eða þú veist ekki hvað strætó fyrir hverfi, maður þarf eiginlega að vera svona inn í þessu, fattarðu, til að taka strætó. Þannig að þú veist, það gengur ekki að segja bara, herði, hérna er eitthvað plan að fara að koma í framtíðinni, þangað til að vera sátt, við þurfum auðvitað að bæta strætó þangað til þess að fleiri treysti því að þetta virki og fari þá í borgarlínu. En ég er ekki tilbúin til þess að hætta við þessi plön að því einhverjum finnst við að endurskoða eitthvað og ég meina Sjálfstæðisflokkurinn er að tala um að gera hlutina strax. Þau vilja samt hefja þetta verkefni. Ég segi bara betri almenningssamgöngur strax af því það er svo margt hægt að gera strax. XA. Hérna, skólan aðgreiningar. Við erum sammála um að það hafi verið della frá A til Ö. Nei. Jú, sama. Nei. Ok, ég ætla að koma með smáræðu. Já. Þú verðum að setja kennara í þær aðstæður að þeir geta verið með mörg tungumál, með fólk, með unga krakka, með sértæka þjónustuþörf, þar sem við erum að moka öllu þessu fólki saman. Kennarinn hefur ekki getu til þess að takast á við þessar aðstæður. Krakkarnir með sértæku þarfinnar, þær eru ekki nægar út af því að það er verið að einbeita sig hinu bönnunum líka. En aftur á móti er orkan sem að fer í það barn sem er með sértæka þjónustuþörf eða með annað tungumál eða annað, og þetta er bara reynsla mjög margra kennara, er slík að öll börnin koma út með síðri getu til þess að takast á við lífið eftir 10 ára grunnskólanám, og þetta er ástæðan fyrir því að við erum að sjá mjög slæma getu koma út úr þessu skólakerfi. Hver er þín ástæða? Sko í einhverjum tilfellum þá þarf sérskóla. Þú veist, við erum meðvituð um það og það er núna áætlanir nýjan klettaskóla, ef maður getur orðað það þannig. Þú veist, í einhverjum tilfellum þá eru aðstæða þannig að það er metið sem svo að það er bara eðlilegt að vera með skóla sem að mæti þá þörfum barna sem eru þar. En svo þetta snýst um stuðning við kennara, þetta snýst um stærð bekkjadeilda, þetta snýst um hvort kennarar hafa allt sem þau þurfi. Ég meina, ég hef farið í grunnskóla þar sem kennari sagði við mig, ég er ekki með nóg af stólum. Það er staðan, ég er ekki með nóg af stólum og ég einhvern veginn hugsaði bara, ok, Þú veist, auðvitað þurfa að passa upp á að kennarar hafi það sem þau þurfa til þess að geta tekið á móti öllum þessum börnum. Stólunir eru ekki vandamáli í þessu? Nei, ég bara taka dæmi. Ég bara taka dæmi að þegar þú ert ekki með einhvern veginn grunninn, bara þú veist, stóla, undirbúningstíma, nægt rými, þú veist, þá auðvitað hefur það áhrif. Þannig að ég er alltaf að tala fyrir því að við tryggjum bara þennan grunn, að við séum að passa upp á allt sér til staðar til þess að kennarar geti mitt mætti þessum fjölbreyttum þörfum. Af því auðvitað er það erfitt eða það er bara eitthvað herði. Þú ert með barn sem er með ADHD, þú ert með barn sem kannski talar ekki íslensku, þú ert með barn sem að bara er með mikið kvíða og finnst það erfitt að mæta í skólan. Þá auðvitað skilja að kennarinn sé bara, já, og hvað er tækin og tólin sem að hjálpa mér að mæta þessum börnum. Nei, þessi kennarar eru ekki með sértæka fagþekkingu á þessum erfiðleikum sem að til staðar eru. Það eru til nægilega margir kennarar til þess að koma þessu fólki þessum ungu börnum á sama stað og takast á við þessar aðstæður. Hins vegar eru kennararnir ekki með nægilega mikla þekkingu til þess að hver og einn geti verið að gera þetta í hverjum einasta bekk. Það er vandinn. Þannig að við erum líka, þegar núna við starfum mjög lengi með fötluðum eins og ég var að koma inn á, við erum að
gera svo lítið úr þeirra vanda með því að segja að við ætlum bara að kasta þér til einhvers kennara randomly í aðstæður sem eru mjög krefjandi. Þetta hjálpar og ég tala við foreldra sem eru með eiga börn með sértækar þjónustuþarfir, segja þetta sé hræðilegt fyrir barnið með þjónustuþörfina. Og svo ætlum við að setja kennarana líka í þessar aðstæður og börnin sem að tala ekki íslensku og börnin sem að fyrir eru sem fá enga athygli. Þetta náttúrulega gengur ekki upp. En það er ekki stuðning, það er ekki, þú veist, símenntun, það þarf fræðslu, það þarf stuðning. Við erum aldrei að fara að komast á þann stað að til dæmis kennarar sem eru með sértæka menntun í því að takast á við mjög krefjandi krakka verði allir kennarar. Það er bara, það heldur engu vatni að við séum að fara að komast á þann stað. En eins og stuðningur inn í skólanum, þú veist, það eru þessi sérfræðingar, það eru, þú veist, alls konar svona sérfræðingar sem eru þá stuðningur við barnið. Til dæmis eins og móttökudeildir innan skólana, það væri frábært. Er það talið með? Fyrir með fólk með erlendan og sértæk úrræði líka innan skólana. Ég held sér mikilvægt að sé þá einmitt, þú veist, inn í hverfum barnanna, því að maður hefur heyrt svona reynslusögur og þegar börn kannski tala ekki íslensku, koma frá einhverju öðru landi og eru kannski að byrja sko í skóla einhvers staðar sem er ekki í þeirra hverfi, að þá eru þau ekki að kynna börnunum í sínu nærumhverfi. Akkurat. Þannig það er líka bara einmitt auka stuðning, þá meina ég einmitt að þú veist fjölga að við séum að mæta fjölbreyttum þörfum þá innan hverfaskóla barnanna þar sem það er hægt. Að þeir séu aðgreindir samt í bekkjum. Hvað meinarðu aðgreindir? Að það sé, skilurðu, þegar að fólk þarf allir með að læra íslensku, að þá eru þau þar sérstaklega inn í ákveðnum bekk. Það getur verið innan sama skóla, en að séu móttökudeildir, til dæmis fyrir erlenda ríkisborgara, sem þau geta lært íslensku. Það meikar ekkert sens að vera að fara í náttúrufræði eða annað ef þú kannt ekki einu svona tungumáli sem að náttúrufræðin er kennd á. Þegar ég var 7 ára þá talaði ég ekki íslensku. Ég fór í nýbúðadeild og þá minnir mig að ég hafi verið tekin, þú veist, við sem töluðum ekki íslensku, kunni svona 2-3 orð með enskum hreim, að við hefum verið tekin aðeins úr kennslinni og læriðum þá tungumálið og fórum síðan einhvern veginn aftur inn í bekkin. En það er auðvitað mismunandi að þú ert að koma, þú veist, inn í íslenskt málumhverfi eða þú kemur erlendis frá þar sem þú þekkir engan sem að talar íslensku, þannig að það eru auðvitað bara mismunandi aðstæður sem að henta hverju sinni og ég held að ég hafi náð best að læra tungumáli að því ég var í svo miklu samskiptum við börn sem töluðu íslensku, þú veist, þannig að það hefur, held ég, hjálpað mér einhvern veginn. Þannig að það eru auðvitað bara mismunandi hvað á við, hverju, þú veist, úr hvað aðstæðan þú ert að koma, það er náttúrulega fjölbreyttar aðstæður. Er þetta ekki sammála mér að þetta er galnar aðstæður að vera að setja kennara í þetta þegar það er ekki fagmenntun til staðar? Þetta er örugglega mjög svona krefjandi að mæta alls konar mjög fjölbreyttum þörfum. Þú veist, ég segi bara við þurfum að hlusta meira kennarana. Hvað segja þeir? Að þeir þurfa að halda til þess að við getum gert þetta vel. Já. Þannig að við erum sammála það að skólan aðgreininga mikið ekki sens. Nei. Jó, sann. Nei, þú veist, ég er bara ekki til í svona alhæfingar að alhæfi yfir allt og segja bara eitthvað að þetta er rugl. Þú veist, í einhverjum aðstæðum þá kannski gengur eitthvað ekki, en það þýðir ekki að það sé rugl alls staðar annars staðar. Það er það sem ég er að segja. Já, við sjáum til hvernig þetta fer. Hérna, herðu, þú ert á leiðinni á skrallið. Ég held að það sé örugglega skemmtilegast að gera þetta með þér. Þú ert að velja á milli 2 einstaklinga. Ég er náttúrulega fer ekkert á skralli þessa dagana. Einmitt, ég sá þig niður í bæ. Fræg þannig. Hvað er ég með þetta skjal? Býta aðeins. Hver hefur tíma í skralli? Þú ert svo leiðan á skrallið og velur á milli 2 einstaklinga sem þú ert bara að fara á hörku fyllir í með. Sigfús Aðalsteinsson eða Ari Edvald? Ég fenn alltaf ekki á hörku fyllir í. Nei, sanna, ekki vera að eyðileggja leikinn. Ekki bara öll að fara saman. Nei, þú voru að velja á milli, þú voru að skilja einn eftir heima. Ég veit að þú getur ekki hamið í þegar að velja á milli þessu. Sigfús heima. Nei, ég myndi fara með Sigfúsi. Nú, myndir þú fara með Sigfúsi? Af hverju myndir ekki fara með Ara? Ég myndi fara með Sigfúsi. Ok. Ég myndi kannski sýna mastersritgerðina mína rasisma í íslensku samfélagi, taka hana með. Það var reyndar örugglega hörku samtali. Ég held að hann hafi líka valið þig á það. Já. Minni það. Það hefst alltaf samtali, er það ekki? Jó, nákvæmlega. Jú, kæru hlustendur, hlaðvarp er í samstarfi við fyrirtæki sem að vilja gera hlutina almennilega og eitt af þeim er að sjálfsögðu Alvöru Bón. Alveg eins og þetta hlaðvarp leitast við að auka viðnámsþrótt samfélagsins, eykur Alvöru Bón endingartíma bílsins með því að halda honum hreinum og fínum.
Hringið í síma 5880705 eða sendið á alvörubón@alvörubón.is. Nú ef þú vilt einfalda þetta fyrir þér enn frekar þá kíkjuru bara á staðinn af Viðarhöfða 2A og lætur fagmenn sjá að bíllinn þinn sé hæfur til þess að vera séður á götunum. Herðu, Björg eða Hildur? Má ég ekki segja báðar? Nei. Björg, ég þekki hana minna. Já, ok. Ég myndi taka hana, kynnast henni aðeins. Hvernig fer á með þér og Hildi? Er þið ekki ágætað saman? Jú, eða þú veist, ekki einhverjum meiri hluta, en Nei. bara fín manneskja. Já. Pétur eða Einar? Pétur. Já. Fílar ekki Einar eða? Ég er bara unni með honum síðustu 4 ár, ég held ég þekki hann alveg. Nægilega mikið? Já. Er það? Getur ekki mynda meiri hlutum á honum eða? Hvernig myndi það fara? Þarf hann ekki fyrst að komast inn í borgarstjórn? Jú, en ég er að segja, skilur, með svona áherslur og þannig. Ég meina, Framsókn er ekkert eitthvað það langt frá okkur held ég, ekki að mikið og maður myndi halda. Þó svo hann vill reynda að fara til hægri. Hann hefur sagt það. Já. Ég vil alltaf fara til vinstri. Með hverju myndir þú helst vilja vinna? Auðvitað þeim sem að taka undir þessar áherslur okkar. Já, ég veit það, en það var það bara sósíalistaflokkurinn. Ég meina, við hefum eftir að sjá kannski eins og spilin hvernig Samfylkingin kynni sínar áherslur. Ég er svona spennt að heyra meira, mér finnst ég þurfa að heyra meira hvað þeir að leggja áherslu á. Já. Það djöfull flókið að vera Pétur maður. Hann svona einhvern veginn með heiðu þannig með sér en samt einhvern veginn að segja ég er til í breytingar en allt sem er búið að gerast er frábært. Hvernig er búið að vera í meirihlutanum? Mjög að gengur svo vel og það er svo gaman, þú hefur ekki getað sagt þetta við mig fyrirfram og sagt einhvern veginn þetta eftir að ganga vel þig eftir að ná hérna stórum málum í gegn af því þetta er sko 5 flokka samstarf, það bara þekkist ekki í sögu Reykjavíkurborgar og mér finnst þetta hafa gengið mjög vel. Við fókusum á hvað saminar, tölum okkur niður og niðurstöðu og erum ekkert að eyða tími í eitthvað sem við náum ekkert að fjalla á þessum stutta tíma sem við höfðum. Þannig ég er mjög ánægð hvað við hefum verið bara eitthvað horfum fram á við, nýtum tíman sem best, fókusum á sem að við náum að koma í gegn á þessum tíma. Þannig að ef að staðan var þannig að þið gætu myndað hana meirihluta aftur með Pétri bara sem borgarstjóra. Af hverju ekki með mig sem borgarstjóra? Þú verður þá að vera frekari en ég allavega. Já, það geta líka gerst. Sérðu fyrir að vera borgarstjóra? Já. Það ekki? Fyrsta manneskja sem segja það, ég held að flestir séu og litlir í sér. En sko talandi líka traust til borgarstjórnar sem er í tölurnar líti ekki vel þar út og það snýst að hlusta á íbúa og ef þú fær traustmælingu sem sýnir að 40,4% íbúa treysta þér best af öllum oddvitum þá hlýtur maður auðvitað að taka það með inn í spili hvernig við ætlum að endurbyggja þá trausti til borgarstjórnar Reykjavíkur. Þannig ég er líka bara að skoða staðreyndir og hvað fólk er að segja. Ég mun að bíða eftir og skólar þessari hóverðinu burt sko. Loksins kemur smá hérna. Herðu, Kristinn Jón eða ég er búinn með alla. Kristinn Jón eða Ari? Hvorum myndirðu velja? Að tjómið. Já, færðu ekki með Kristinn? Jú. Píratarnir, þeir eru svolítið, hvernig er að vinna með þeim? Gengur mjög vel. Aha. Ég sko, að því þegar maður er í minnihluta, þá fær maður ákveðna sýn á þessa flokka og ég var náttúrulega bara eitthvað, þeir eru öll í ruglinu og þeir eru öll bara eitthvað nýfrálshyggjan er búin að gleypa ykkur. En svo þegar við förum inn í þetta samstarf og fókusum á þessa félagslega áherslur, þá líður mér eins og maður hefði náð að draga besta fram í þessum flokkum einhvern veginn að vinna þá til vinstri. Ertu búin að ná að manipulera hana meirihluta? Nei, ég er bara að segja, fólk næra blómstra þegar það er sammála í grunninn, skilur þú veist, ef að, maður sér náttúrulega fyrir meirihluta þegar við erum svona Framsókn var þar innanborðs að þau eru kannski meira með hægri áherslur, þannig að það er auðvitað erfitt að vera, þú veist, með einhverja flokkar sem vilja meira fara til vinstri, einhverju sem vilja fara meira til hægri og þá ertu kannski að tala niður á einhverja miðju sem einhvern veginn fleiri eru pirraðir út í, skilur. Í staðinn fyrir núna þá hefur við getað farið skýrt og sagt bara við erum með þessar félagslegar áherslur sem við stendum verðum. En núna er þetta svona í samfloti við Vinstri græn og Vinstri græn hafa náttúrulega undanförnum árum, þú veist, verið að vinna með Sjálfstæðisflokknum í landsmálunum, verið í svona þessum meirihluta sem var náttúrulega með Þórdísi Lóu og fleira, hafa svona verið meira, hvað við segja, meira lauslæti innan þeirra raða. Lauslæti? Já, það eru svona tvíkynhneigð svolítið. Ég er pankynhneigð. Ertu pan? Já. Hvað þýðir það? Ég elska pönnur. Grín. Nei, það er bara persónuleikin. Er það ekki bara til í allt? Það er bara, þú veist, persónuleikin, maður er ekkert endilega að hugsa, þú veist, það verður að vera eitthvað kynið eitthvað, bara ég laðast að persónuleika fólks. Sko, er þetta pan-dót ekki einhverju djöfus leikþáttur? Að sjálfsögðu er allir hrifnir af einhverjum persónuleika. Er það ekki? Jú,
Þannig að þegar fólk segir eitthvað svona pan, þá ég bara, En ég ætla ekki að gera þetta. Nei. Ég var bara að reyna að vera fyndin. Það tókst, ég held að fólk hafi notið þess að hlusta þetta. Hérna, já, þetta verður áhugavert, sko. Ég bara, rétt í lokin, sko, kannski bara fá líka, út af ég vil líka koma með framboðsræðu, en hérna, svo ég klári punktin þann áðan, þú veist, telurðu að þín svona, svo ég fá að sletta þína svona pólitísku ambisjónir hafi svona kannski þurfi kannski aðeins að hliðra þeim út af þú veist vinstri græni sem ég var að segja eru svona hafi verið meira pan en þú veist sósíalistaflokkurinn hefur ekki gefið sér mikið út fyrir að vera tilbúin í svona samstarf með neinum sem er ekki svona svolítið á þeirra línu telur að þú þurfir einhvern veginn svona hliðra til því hversu tilbúin úr til í meirihlutaviðræður út af þessu fattar hvað ég meina og væri kannski mögulega með viðreisn eða eitthvað þannig út af því að vinstri græn hérna grasrótin svona til í það. Ég held að þetta samstarf, þegar við fórum í það þarna í febrúar síðast ári, ég held að hafi komið mörgum á óvart af því fólk einhvern veginn búið að ímynda sér að sósíalistar, þú veist að ég og borgarfulltrúi sósíalista, fólk hafa búið að ímynda sér bara að við værum rosa róttækt, það væri ekki hægt að vinna með okkur og svo bara hefur maður náð að koma fullt af fólki á óvart, því það er bara eitthvað, það er actually bara mjög gott að vinna með ykkur og það sem ég hef einmitt lagt áherslu á er einmitt að við séum bara þú veist að fókusa á það sem að sameinar þannig að það sést alveg að vinstrið getur unnið í samstarfi með öðrum, það er bara mjög skýrt og sérstaklega eftir þetta síðasta ár ég er auðvitað bara með mína áherslur og gefa ekkert afslátt, ég meina mínar pólitísku ambisjónir eru að engin börn fari sveng og sofa til dæmis, þannig að ég sé ekki af hverju einhver ætti að vilja gefa afslátt á því þú veist, auðvitað snýst þetta samstarf, auðvitað snýst að tala sér niður og niðurstöðu, auðvitað snýst að segja bara, herðu, hvað sameinar, hvað getur við sammælst í þágu íbúa borgarinnar, en auðvitað heitum við vinstrið, þannig að það er frekar skýrt hvaða leið við viljum fara í að ná árangri fyrir borgarbúa. Það eru þetta orðið erfiðara ef það er í samstarfi við einhverja flokka sem bara get ekki hugsa sér að vinna undir þeim formerkjum. En við erum með þetta bara opin og segjum bara að þetta er það sem að við leggjum á borðið. Ef að fleiri sjá fyrir sér að vinna á þessum forsendum að við séum að fókusa á einhvern veginn þetta félagslega, byggja það upp og svona skoða samfélagi út frá samfélagi og síðan saman í þessu, þá erum við tilbúin og við það er okkar hlutverk að ræða þú veist hvernig sem þetta fer, þá er þetta okkar hlutverk að mynda þú veist, tala við þá sem að ná kjöri og sjá bara hvernig getum við gert þetta sem best fyrir íbúa borgarinnar. Þá bara farðu mækin og þú varst nú það bila að fara með ræðina. En bara, af hverju á fólk að kjósa vinstrið? Til hvers? Hvað ætlar að gera? Það eru börnin og fara ekki svöng og sofa, en svona heildarmyndin. Heildarmyndin er að við erum auðvitað í samfélagi saman og við þurfum að passa grunnþörfum allra sé mætt. Við þurfum að vera með húsnæði, öruggaframfærslu, við viljum að skólarnir séu góðir fyrir börnin okkar, fyrir framtíðarkynslóðir, til þess að við séum að byggja upp sterkan öruggan grunn. Þegar við höfum ekki þennan grunn þá bara hrynur allt annað í kringum okkur. Þannig við þurfum auðvitað að tryggja bara að við höfum það sem við þurfum, gott húsnæði, áreiðanlegar samgöngur, að við séum að skipuleggja borgina út frá fjölbreyttum þörfum, að við séum að hlusta. Og það er það sem vinstri leggur áherslu á. Við viljum auðvitað ekki sjá hægri áherslur með stjórn borgarinnar, við viljum ekki fara í niðurskurðarstefnu eða einkavæðingu því að hefur sýnt sig að það kostar meira til lengri tíma litið og okkur er annt peninga annarra, skiptir máli að við séum að fara vel með fjármuni, að við séum að ábyrga fjármálastjórn, að við séum að nýta fjármuni í að byggja upp gott samfélag en ekki að einhverjir sem að sjá svona hagna von í því að geta séð einhverja þjónustu fyrir borgina fari þá að græða óhóflega mikið á henni. Er það ekki sammála? Nei, ég var einmitt að hugsa sko út af því að þú ert mjög viðkunnuleg og aðlaðandi og þú segir, langhættulegasta aflið í borginni sko, það er svo vont að þú sért samt skemmtileg sko, viltu óska þess að þú værir og aðlaðandi og svona eldsbúandi kommi, það var miklu auðveldara að díla við, en ég vona samt að þið gangi vel, þín vegna. Takk fyrir, gaman að koma. Takk fyrir og þangað til næst.